Sælverði Hrafnaþing heimastjórnin föstudaginn 4. janúar. Ragnheiður Elín Árnadóttir gestaráðherra með mér og Guðlaugi Þór og Jóni Kristni. Að fara í gegnum, Guðlaugur var að ásamt Pétri Blöndal að biðja fund í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis þó að ennþá sé þinghlé vegna þess að það eru einhverjir, trúið mér, mjög skrýtnir hlutir að gerast í sambandi við snjóhengjuna, nauðasamninga, bankana og annað. Nýjasta útspilið frá forsætisráðherra, einhver hefur nú sennilega einhverja ráðgjöfum hennar komið að máli og hvíslaði í eyrað á henni eitthvað að það sé nú að fara að kanna hvort það hægt að afnema gjaldeyrishöftin sem að náttúrulega halda þjóðinni í spennitreyju gagnvart fyrirtækjum sem lögaðilum og einstaklingum, heimilunum í landinu. En að skilja eftir þá innan haftana fjármálagjörninga eða fjármálafyrirtækin og það sem að þarf að gera. Pétur Blöndal, hann búinn að rekna það út að snjóhengjan með öllum pakkunum og skuldabréfinu sem nýji Landsbankinn gaf út til þess fallna upp á 100 milljarða. Þegar allt þess bætt við þá kemur nett á tala upp á 1200 milljarða. Og við erum eftir að klára aðal það sem brennur á öllu, það eftir að klára heimilin í landinu. Það eftir og það verður enginn komið með fyrir utan það sem Hæstiréttur eru að dæma ólöglegt, það verður enginn komið með einhverja nothæfar tillögur um það hvernig hægt að, eins og búið að strauja fyrir fyrirtækinu í landinu 334 milljarða, það bara 14 milljarða af sjávarútvegi sem að hins vegar notuð sem grýla að gróða bungatina á sjávarútveginu sé búin að moka til sín í afskriftum. Þetta aðal afskriftinnar eru hjá byggingakrana liði Íslands sem var mín tilfinning svo, og ég ætla að leggja það fyrir heimastjórninni hér á eftir, að það viti enginn Már Guðmundsson og þeir Arnór og þeir Þórarinn niður Selfoka, þeir valda ekki starfinu sinu, þeir vita ekki hvað gera. Ég sagði þegar Gylfi Magnússon fyrrum ráðherra, núna lektor eða dósent við háskólann, kemur og segir, þetta nú bara allt í lagi að farið þessa nauðasamninga og klára þetta dæmi. Ég sagði nú inn á athugasemdir á Facebook, getur verið að þessi fyrrverandi ráðherra hann sé að vinna sem sérfræðingur fyrir einhverja kröfuhafa. Það ýmsir sem eru sömu skoðun og ég. Vonandi það ekki. Vonandi þetta bara heiðarlegur fræðimaður eins og hann kom fyrir sem heiðarlegur þegar hann var ráðherra. Vitið það? Það svo mikið eftir óklárað, það svo mikið skítur í gangi ennþá og það svo mikið skítalykt af störfum þessarar ríkisstjórnar líka að Jesus maður glaður að jólin að vera búin. Það að fara að taka á þessu liði. Farið ekki langt, heimastjórnin þetta smá. Dolmio, 100% náttúruleg pastasósa. 10 safaríkir tómatar í hverri krukku og engin aukaefni. Hvenær þinn Dolmio dagur? Kramsi umboðsala Ármúla 44, mikið úrval af nýjum og notuðum vörum, húsgögnum, raftækjum, gjafavörum, úr- og skartgripum, opið virkadaga 12-19, laugadaga 12-18. Philips bílaperur lifa lengur. Stilling. Framleiðum og eigum á lager hitaveitu inntakskassa fyrir sumarbústaði og hesthús. Blikkvík.is, sími 557 1555.
Hægri grænir ætla að setja neyðarlög fyrir heimili fólksins í landinu strax eftir kosningar og leiðrétta öll verðtryggð húsnæðislán 45%. Hægri grænir flokkur fólksins. xg.is. Slysavarnafélagið Landsbjörg eru öflug samtök sjálfboðaliða sem hafa starfað við slysavarnir og björgun mannslífa í yfir 80 ár. Óveður, snjóflóð, jarðskjálftar og eldgos. Sérþjálfaðir sjálfboðaliðar eru ávallt viðbúnir til aðstoðar við hvers kyns náttúruhamfarir. Slysavarnafélagið Landsbjörg. Enn fáum við hjá B&T réttingu og sprautun viðurkenningar, 5 stjörnur frá Sjóvá og gæðavottum frá Bílgreinasambandinu, staðfesta úrvalsvinnubrögð og besta tækjabúran sem völ er á. B&T þú vilt vera viss. Bættu smá Washington í lífið þitt. Icelandair. Fótboltinn hefur fært mér margt. Frábæran félagsskap, háskólanám og skólastyrk í Bandaríkjunum, margar af bestu stundum lífs míns. Það sem hefur fleytt mér áfram keppnisskapið. Ég ætla að vinna. Fótboltinn hefur gefið mér mína bestu stundir í lífinu. Ég elska að standa fyrir fram með fulla stúku og syngja þjóðsönginn. Ég byrjaði að æfa fótbolta 8 ára gömul. Markmiðið var alltaf að komast í landsliðið. Það var stór stund þegar ég náði markmiðinu. Ég elska að æfa. Ég elska að leggja mig fram. Ég elska að gefa allt sem ég á. Í þetta eina augnablik. Ég hvet alla stelpur til að fara að æfa því þetta eru stundir sem maður lifir á allt sitt líf. Brautarholtsvöllur, einn af 5 skemmtilegustu sem Þórður Rafn Gissurarson, atvinnumaður á EPD-bóndaröðinni, hefur spilað. Nýir félagar velkomnir, gbr.is. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Þar aftur heimastjórnin hér, Ragnheiður Elín Árnadóttir, gestaráðherra með mér og Guðlaugi Þór og Jóni Kristni. Gaman að sjá okkur. Ég er búinn að segja 2 svar gleðilt ár, gerði það ekki? Þið með segja gleðilt ár. Já, gleðilt ár. Kæra áhorfendur og INN. Velkomin. Velkomin af hálum klaka. Já, takkar fyrir það. Ekki köldum. Sennilega hefur þessi klaki líka verið kaldur. Hann var mjög hot líka. Þetta svakalegt. Ég meina maður sá myndir. Þú var að heilring. Ég fór heilhring á hjólunum og svo út af. Já, út af. Ég valdi það að fara út af hægra megin. Þú varst heppin og sá svo að með þér. Samferðamenn mínir og við vorum mjög heppin. Já. Það var eins og einhver hefði haldið utan um bílinn af því hann átti að velta. Þú veist, það var bara þannig. Ég sá það bara að þessi bíl, þú á hvaða hraða varstu? Ég var bara á löglegum hraða. Svona 35 eða eitthvað? Aðeins meira. Þetta er Suðurlandsvegur? Varst á 90, bara eðlilega? Já, ég var bara á eðlilegum hraða og málið var að þetta var sko bara flenni færi. Það var marautt og svo allt í einu sé ég bara bílinn fyrir fram að mig, skauta og þá áttaði ég mig á því að það er bara allt í einu Þú ert komin á sveg? Á kaldan klaka. Og það skipti engu tógum að Bremsaður? Nei, ég byrjaði bara að hægja á mér og ég rétt kom í stýrið og þá bara byrjaði hann að kippast við. Svo reyna að halda honum minna og svo út af. En svo þegar við vorum að athafna okkur hérna eftir á, þegar við komum honum upp, að þá stóðum við ekki í lappirnar, það var smá rók. Þetta var bara algjört svell. Algjört svell. Og maður velti fyrir sér og það ég var að reyna að ná í þá hjá Vegagerðinni fyrir í dag og hef ekki haft erindi sem erfiði. Hálkuvarnir þarna, ég er búin að fá fjölmargar ábendingar, bæði þarna og þarna
eru skólabílar, þannig eru einkabílar með skólakrakka fram og tilbaka. Af hverju ekki salta þarna bara eins og saltað á stofnleiðum í höfuðborginni þegar svona aðstæður eru? Hvað það? Sennilega hefur þetta komið bara og gerir svona. En það gerist oft þannig ísregn. Það var bara ísregn. Nei, það var 6 stiga hiti. Þetta er bara niðri við sjóin, svo kemur frá jöklinum. Þegar bleytan lendir á köldum veginum, bara kemur, þegar ég var að læra út í Ameríku, að þetta var það skelfilegasta sem ég lendi í Wisconsin að vetrarlagi, að sérstaklega þegar svona janúar, febrúar, að þá kom það stundum fyrir að það gerist eitthvað og það kalt þarna upp í Wisconsin, bara skýta, ég hef aldrei verið svona kalt á æðum eins og þess að 3 vetur sem ég var þar, en þegar fraus og varð ísregn, það bara var, ég meina, þú gafst ekki, bíllinn, hann bara ef þetta kom fyrir þig, þá bara lag hann eitthvað þessu vindurinn gerði það bara hallin á veginn og þú gerðir ekkert. Og síðan þegar hann var búinn að lenda eitthvað og stoppa út í einhverju kant eða eitthvað og þú fórst út úr bílnum, að þá skreiðstu. Þú veist, þetta er þannig, þú lendi í einhverju þannig. Ég lendi í þannig, en síðan, bara til að klára þegar þetta vakti mikla athygli og ég... Þú hlýtur að varstu skítrædd. Já, en samt þetta tók svo fljótt af og við vorum bara svo fegin að þetta gekk vel og við komum bílnum upp og hann var í lagi, þannig að þetta var svona taugaveiklunar, við hlófum alla leiðina heim sko, að þetta var einhvern veginn svona panikk, þannig að við vorum allir í lagi sko, það var ekkert vandamál. En þá fæ ég ábendingar líka til dæmis frá bílstjórum hjá kynnisferðum sem að fara Gunnarhringinn hér sko daglega, að það er mokað á þriðjudögum, það er ekki mokað á þriðjudögum og laugardögum. Hvenær eru þeir að fara með ferðamenn? Mest á laugardögum. Mosfellsheiðin, bara alltaf núna. Mosfellsheiðin, þar er svona aðstæður og ég sá statistík það að það voru fleiri bílleigubílar sem lenda utan vega þar bara nánast daglega. Og þetta er bara eitthvað sem við verðum að bregðast við áður en eitthvað hræðilegt gerist. En bara málega það að þú bara sandar ekki eða hálkuverð hringveginn. Nei, en þú þarft á þeim stöðum, það bar þarna að hjá okkur í gær. Helstu skólaleiðir kannski? Skólaleiðir og annað, það bara að... Já, skólaleiðir hlýtur að vera eðlilegt og hlýtur að vera gert einhvern veginn þannig. Já, fólk er að kvarta yfir því að það sé ekki gert. En það bar þarna að á enga peninga. Nei, það bar þarna að Vegagerðarmenn. Það má ekki bera neinstaðar ofan í malarvegi ekkert. Nei. Þetta er bara, þú veist, hölmulegt. En það bar þarna Vegagerðarmenn að bara nánast þegar við vorum ekki búin að koma bílnum upp á. Og það var okkur þótt að eiginlega freka fyndið því að eini áverkin í þessu óhappi var það að það fór stika. Og 5 mínútum eftir að óhappið varð, þá var búið að setja nýja stiku. Þannig að Vegagerðin sinnir því hlutverki mjög vel. Enda eins gott að það stikurnar séu vegna þess að ef það vantar stiku, þá er þetta stika út af. Nákvæmlega. En þetta fór. Gott að sjá þig allt í lagi og mildað ekki fórverð vegna þess að miðað við hraðan sem þetta á það sem gerist, að þá hefði bíllinn átt að fara eðlilegt hefði verið, þannig að farið 2-3 veltur. Það var verndarengill sem hélt í bílinn hjá okkur. Sennilega eru verndarenglar. Byrjum á vegna þess að Guðlaugur var í símaviðtali við vin okkar Heimir Már Pétursson út af beiðni sem að hann og Pétur Blöndal voru að leggja fyrir Helga Hjörvar, formann efnahags- og viðskiptanefndar, það að það verði kallaður saman fundur til þess að ræða ummæli fyrrum ráðherra í þessari ríkisstjórn, Gylfa Magnússonar, þar sem að hann hann er svona ekki prófessor, hann dósent held ég, hann sé ekki komin upp í prófessorstöðu ennþá, hann er búinn að vera ráðherra, að það sé allt í lagi að láta þessa nauðasamninga fara í gegn með þess að við getum bara borgað út. Ég var nú svo einfaldur, ég setti svona komment á Facebook í gærkvöldi og ég sagði, getur verið að ráðherrann fyrrverandi sé að starfa sem sérfræðingur eða ráðgjafi fyrir kröfuhafa. Vonandi er það ekki, en manni dettur þetta hugar, menn sem er í hans stöðu, til þeirra er leitað með hinn ýmsu mál sem er eðlilegt. En mér fannst þetta gengur þvert á allt sem allir hafa sagt það að það sé í lagi að ganga til nauðasamninga og afgreiða hér út 100 milljarða króna í erlendu gjaldeyri sem ég veit ekki betur, Guðlaugur Þór, en það sé ekki til.
Það kannski, við ætlum ekki beinlínis að ræða ummæli hans, en þau kannski, bæði þau og ummæli sem Jóhannu Sigurðardóttur, að þau allavega eru tilefni til þess að við förum yfir þetta mál og klárum það sem snýr að efnahags- og viðskiptanefnd. Ég hafði frumkvæði að því síðasta haust að taka þetta upp og við ræddum það nú meðalans hér og það kannski segir kannski menn virtust ekki hafa neinar áhyggjur af þessu og það var búið að tilkynna að þetta bara ætti að ganga frá þessu fyrir áramót, þessu nauðasamninga. Heiðar Már Guðjónsson skrifar ágæta grein þar sem að vara við þessu. Ég í kjölfari bið fundi í efnahags- og viðskiptanefnd. Þú stoppar þetta í raun og veru. Og þá kemur, og aldrei séð þetta áður í nefnd þingsins, þá kemur, og ég veit ekki hvernig þeir eru væntanlega að tala við einhvern, ég hef ekki vonað að þeir eru að hangja fram á gangi og tekið sénsinn á því, þá mæta þarna fulltrúa kröfuhafa mikið niðri fyrir. Allt inn á fundi. Hverjir er þetta einhverjir lögmenn með sjalatörkur hérna og fín bindi og bossföt og annað? Já, er þetta Íslendingar eða útlendingar? Þetta voru útlendingar, voru 3 útlendingar, myndamenn það vantaði ekki upp á það. Og snirtilegt fara og kurteisir og ekki með hall og hala. Nei, það var með 1000 pund á tíman að meðaltali. Og ég spurði þá, ég sagði nú bara ekki djöfullinn alltaf í Pravda? Sagði nú bara sagði nú Prata eða Pravda? Gaman að sjá þá, en ég bað ekki þá. Ég var að ræða þarna við fulltrúa slitastjórnana og sömuleiðis. Þeir bara koma óboðnir. Þeir koma óboðnir og er mikið niðri fyrir því þau höfðu áhyggjur af þessu þá. Þar sem að við getum sagt að stjórnarandstaðan skila sér vegna þess að það er búið að lækka 20% verðið á kröfunum frá þetta gerist. 20%. Og það eru bara 100 milljarða. Nokkrir. Og þannig að þeir eru búin að átta sig á því að þetta var kannski ekki alveg jafn einfalt og ljúft eins og lögðu upp með, en stóra málið er þetta að þá byrjuðum vinna í efnahags- og viðskiptanefnd að fara yfir það hvernig verður best fyrir okkur að standa að þessu. Eitt er það að Seðlabankinn hefur fullkomið vald yfir þessu máli, einn og sér, og það hefur engin eftirlit með því. Ég tel þessi eðlilega að þetta farið með einhverjum hætti gegnum þingið áður verið gengið frá þessu. Ég held að þetta sé mála þeirri stærðargráð og ég tel mikilvægt að efnahags- og viðskiptanefnd klári það mál og fari með það fyrir þingið. En klári hvað? Klári það að kveða upp úr eða komið þingsályktun hvað sem að bara lagt að verði þverpólitísk samstaða. Þú ert nú nýlega fyrrverandi formaður þingflokksins að sé að það búið til þverpólitíska samstöðu það að það verði ekki hleypt í gegn Seðlabankann, að Seðlabankann verði ekki heimilt að hleypa nauðasamningum í gegn með því útstreymi gjaldeyris sem að, ég meina, krónan, hún féll 3% á 72 klukkutímum milli jól og nýr. Þetta snýstu það að þú ert með, það er svo margt undir í þessu og þú getur ekki látið einhverja stofnun, hvað hún heitir, vera alveg með svona fjörug þjóðarinnar. Viltu fá þingsályktun? Já, ég vil það. Ég vil að það veri, þarna ástæðan fyrir að Seðlabankinn kemur að sér það að hann þarf að samþykkja þetta út frá í rauninni gjaldeyrishöftunum. Og hann er bara svo stofnun sem að ríkið, eða sérstaklega löggjafinn, bara fól að sjá það. Og ég tel máli sér þeirri stærðargráðu að með einhverjum hætti áður en að svo ákvörðun er tekin það að hleypa hvernig sem nauðasamningarnir verða, að hleypa því í gegn að það fari fyrir þingið. Já, Kristín, skilur þú það sem við erum að tala þetta, Jóhanna Sigurðardóttir og held ég stengir með Jóhann í morgun koma fram með það að það sé núna farið að skoða möguleika á því að halda öllum fjármagns flutningagjörningum innan hafta en losa höft gagnvart heimilum í landinu, semst einstaklingum og fyrirtækjum. Nei, ég áttum ekki á sig vegna þess að þú getur ekki verið með 2 hagkerfi í landinu varðandi þetta. Það er spurning, getur það? Nei, ég myndi telja að það var mjög skrítið og óeðlilegt. Annarkvort höfum þessu höft eða ekki og það hlýtur að vera markmið hverra ríkisstjórnar sem er að taka þátt í alþjóðlegu hagkerfi. Nú, okkar aðstæður eru þannig að við erum með erlenda kröfuhafa. Þeir eru búin að 13-falda sinn hagnað á íslensku bönkunum nú þegar
Frá kröfunum sem þeir keyptu á 3 cent á dollaran eru konur upp í 39. Það er svoleiðis á kostnað íslenskra alþýðu. En málið það að þetta eru bara einhverja tölur sem að virka hvergi. Þær virka hún í vösunum á þessum ágætu lögfræðingur sem Guðlaugur Þór hitti inn í viðskiptanefnd. Þessum þeir að mæta. Þeir eru að hámarka sinn hagnað fyrir þá vogunarsjóða sem keyptu þessa kröfu sem 100% áhætta á þessum tíma sem þeir keyptu þá. Og 13-faldur hagnaður er alveg gríðalegir peningar sem hafa hérna færst út úr landinu automatist með því. Meðan að heimilin myndu færast gera það eventuelt og eru búnir að því eventuelt. Að meðan eru heimilin hérna á vonar völ. Millistéttin hún er að þurrkast út og er að verða eignalausum örugum. Og hvað gerist þá með þetta land? Ef að millistéttin og einstaklingsframtaki þurrkast út. Það verður ekki aftur snúið. Þá missum við 20-30 ár úr bara okkar hagsældarsögu. Og það er stórhættulegt. Sinni mínir, og það sem ég, báðir, 30 og 34 að verða, þeir eru báðir inn á þessa kynslóðar og eiga samkvæmt sem sagt hagreikningum minna en ekki neitt. Það sem ég má bara loka þessa spurninguðinni, það sem er stór pólitískt í þessu er svo staðreind að þessi ríkisstjórn, hún er í spreng við að þýðast stórkapítalisman í heiminum, að vinna með honum gegn íslenskri þjóð. Það er búið að taka svo rangt á hlutunum og allar þær stóru efnahagsaðgerðir sem þessi ríkisstjórn hefur beint sér að gera er að færa fjármagn til þeirra kröfuhafa. Við munum eftir ICEF, hvað þeir lá mikið á að losna við ICEF no matter what á kostnað okkar. Og núna er þetta þrotabú bankana. Nú er þetta þannig að það á bara að heimila Seðlabankanum helst og bæsæta þingið, taka bara þingið frá, taka þjóðkjörna einstaklinga frá, þetta kemur þeim ekkert við, alveg eins og með fyrstu ICEF-samningana, að þá á bara að loka pakkanum til þess að hvað? Er ekki alltaf ljósið í göngunum, sérstaklega á Samfylkingunni, að geta sagt við sína kollega innan Evrópusambandi, við spiluðum með, hérna eru 2 pakkar sem við ættum að loka sem er sjávarútvegsmálin og landbúnaðarmálin, nú verðum við að fá eitthvað ekstra í staðinn svo að við getum borið þennan pakka fram fyrir þjóðina. Heldur þetta sé þannig leikur. Heldur að það sé eitthvað hangi-pangi, hefur finnur líkt. Gulli er að, þú veist, hann reagerar strax eftir að gera grein Heiðars, þegar hann bara bendir á þetta. Það vissi enginn, ég fullyri það var enginn sem var að hugsa neitt eftir þessum leiðmenn sem bara, heyrðu, nauðasamningarnir reynum að klára það fyrir áramót og bara þetta verður svona flott og og það bara ekki fyrir Heiðar skrifa greinina og Guðlaugur tekur þetta upp. Ég er alveg sammála því að það er nauðsynlegt að tryggja aðkomu þingsins að þessari ákvörðun eða allavega að standa frammi fyrir því þetta er leiðin sem að Seðlabanki leggur til, hvað segir þingið um það? Þannig að þá sé hægt að fara ofan í það, skoða það og athuga hvort að þetta sé rétta leiðin. Ég er algjörlega sammála því að það á ekki einhver einn maður, einhver einn stofnun að hafa þetta vald. Svo er það hitt sem að Jón Kristinn var að ræða og þú varst að spyrja mig sambandi við þetta sem að vera í fréttum til hádeginu í dag. Úr þessari skýrslu nefndar, þverpólitískrar nefndar, sem að leggur það til að það sé búin til gjaldeyrishöftin séu afnumin miðað við ákveðna efnahagsstefnu sem að verður þverpólitísk sáttum. Sem þýðir seinkun frá lokum þessa árs til eitthvað. Ég vil, og við höfum nú talað fyrir því í þingflokki Sjálfstæðisflokksins alveg frá því að höftin voru sett á sínum tíma sem algjört neyðarúrræði sem átti að vera tímabundi. Ég tel að okkur beri bara skylda til þess að afnema þau eins fljótt og hægt er með þeim hætti að við getum hér tryggt okkar efnahagslega sjálfstæði. Við þurfum að gera það vel, en þetta verður ekki gert nema að þetta er svona með plásturinn. Það verður að rífa hana af. Ég er ekki að segja að við höfum bara láta svo allt gossa. Brazilian wax, en það verður sársaukafullt. Já, það getur verið það og þetta er verkefni sem ég tel vera eitt af mikilvægasta sem við stöndum frammi fyrir núna og ég er algjörlega samfærum það að þetta verður ekki verkefni sem einhver einn stjórnmálaflokkur eða einhver ein ríkisstjórn, sama hver myndar hana, gerir upp á eigin spýtur. Þetta er alltaf stórt mál til þess og þess vegna þarf að mynda og ná þverpólitískri samstöðu. Ég er algjörlega samfærum það.
þessi ríkisstjórn mun ekki gera það, við vitum það. Þetta tengist líka því og það svona forgangsröðin, nú eins og fram hefur komið, maður mikið á ferðinni hérna, Gulli nýbúinn í prófkjöri, ég á fulli ferði í því og hvað maður að gera? Maður að tala við fólkið í landinu og það enginn sem kemur til mín og segir, Ragnheiður, þið verðið að klára að breyta stjórnarskránu fyrir kosningar. Þið verðið að klára það. Það ekki einn, ég fullyrði það, það ekki einn maður. Forsætisráðherra kemur og segir, mikilvægasta verkefni á þinginu fyrir kosningar að klára stjórnarskrána. Steingrímur kemur og segir, mikilvægasta verkefni að ég leggi fram sjávarútvegsfrumvarpið. Af hverju vill þetta fólk ekki eiga þá arfleifð að hafa og loka metrónum náð að klára skuldamál heimilanna? Það það sem brennur á fólki. Akkurat. Og það bara það sem að ég hef ekki einhverja patentlausn á því hvernig við eigum að tryggja þeim sem að tóku verðtryggð lán sömu leiðréttingar og þau sem að voru dæmd til þeirra sem að tóku gengislán. Ég held því ekki fram að ég veit lausnina, en ég vil að við leggjum annað til hliðar, einbeitum okkur að því að klára þetta mál í sameiningu. En svo Gunnar Helgi Kristjánsson segir, hún bara að reyna að reisa sér bautasteina, og það bara, eins og ég sagt í hjallastefnunni, það ekki boði. Og við verðum bara í stjórnmálunum. En málið það að þau eru bara að gera, þau eru bara tróðan í kokið eða upp í óæðri endan af fólki, sínum hugsjónamálum, skiptir engu máli hvort að Hæstiréttur dæmið ólöglegt eða annað, það skiptir engu, þau bara rifjast með ofbeldi með sín mál. Við þurfum alltaf að koma þeim frá, það verkefni, en við verðum að koma þessum verkefnum á dagskrána. Ég held að áramót á að forsetans varðandi stjórnarskrána hafi svona vakið þjóðina upp að værum svefni gagnvart því hvers konar lýðskrum allt þetta ferli hefur verið. En ég óttast að það hafi ítt á takkan hjá Steingrími sem að fær hann til að samþykkja þetta sem aldrei fyrr. Já, en þjóðin mun bara hafna drögun vegna þess að þetta ólýðræðislegt, þetta illa unnið og ekki þjóð með ríka lýðræðisæð og við höfum til sóma. Þessu bara ber að hafna. Þau beita lýðræðinu í óeiningu. En nú það offísíalt að þetta minnihlutastjórn. Nei, ekki meðan hreyfingin og Guðmundur Steingrímsson og þeir eru með, þá þetta ekki minnihlutastjórn. Ég áttar að sjá til dæmis hreyfinguna og Guðmundur Steingrímsson fara fram með þetta sem eitthvað aðalatriði í kosningabaráttu. Þau eru búin að lýsa því. Já, ég áttar að sjá það vegna þess að þjóðin öskrar á annað. Hún öskrar á það sé akkúrat eins og þú sagðir Ingur Hrafn, að það sé gert og þú sagðir og við segjum öll í rauninni að það eru heimilin í landinu skiptum að við getum ekki stjórnarskrá. Hvað eru við stutt eða langt komin með að ná utanum heimilin? Ég veit bara að það eru, fólk sem hefur haldið á öllum sínum málum af ráðdeild og tók engin dellulán, alltaf borga, alltaf staðið í skilum og fær ekki neitt fyrir. Þannig að bara sorry að þú stóttir svona vel. En það fólk einmitt hefur setið eftir í leiðinu. Ég að tala það. En það við erum langt frá því. Við erum langt frá því? Já, þitt mat það? Já, einfallega vegna þess að og þau eru að lýsa ágætlega sessunautar mínir, hvernig staðan og hvað á að gera. Og Gunnar Helgi með þessa kenningu að Jóhanna sé svona svipað eins og Gunnar Thoroddsen að reyna að búa sér til einhvern bautastein. Og það ekkert verri kenning heldur hver önnur. Þetta minnihlutastjórn, vegna hún þarf að leita að reiða sig á stuðning þingmanna fyrir utan sína eigin flokks og þannig að samkvæmt skilgreiningu það. En hún hefur alltaf haft hana, þetta lið hefur alltaf varð þennan vantraustið, alltaf. Þeir munu gera það, en í skilgreiningu minnihlutastjórn. Okay. En það sem hins vegar og það kannski einn af þessu samningu sem þið gerðu eða þá þessi kenningunni selga sig eftir Jóhannu, ég veit það ekki, hreyfingin hefur lagt mikla áherslu á stjórnarskrárbreytingarnar, þannig að það getur vel verið að það sé verði sem að þeir hafa fengið. Guðmundur Steingrímsson og Róbert Marshall líka. Já, nákvæmlega. Og þannig að á eftirstendur og með við erum núna og við förum núna á, ég er að vonast til þess og ég er að vonast til þess að skynsemisöflin í þessum flokkum að það sé þarna aðeila sem til dæmis eru að taka á þessum þáttum eins og ég nefndi varðandi nauðasamningana. Ég held í miður að það sé langt í það að við setjumst niður varðandi gjaldeyrishöftin, vonandi hefur rangt fyrir mér af því að það alveg rétt hjá Ragni Elínu, það verður miklu fleiri heldur en einn stjórnmálaflokkur, raunin fleiri en tveir, það þarf allt þjóðfélagið að stilla sig saman í því að við ætlum að fara í þær breytingar sem við verðum að fara í. Skuldamálin, þau eru bara ekkert upp á borðinu, það verið að halda öðru uppi
á lofti, reyna að taka aðra slagi fyrir kosningar og ég hef haft á kenningu og ég vona sér raung að þeir muni vinstriflokkarnir muni reyna að láta snúast sjávarútvegsmálin vegna sem þeir telja að þar geti náði í atkvæði út á sem við þekkjum og oft búin að ræða og meðan þessi staður uppi að þá eru heimilin einhvers staðar allt annars staðar en heimilin eru forgangurinn. Það er öskrað á það allstaðar sem það kemur. Hvað er þetta að finna? Hvað er þetta að finna? Ég meina nú er þitt kjördæmi þetta gríðarlega viðfemt út alveg austur á Höfn og frá Keflavík frá Garðskaga. Þetta er bara jafn stórt og Belgía. Eru Vogar eitthvað með? Þeir eru það. Við erum með öll sem þeir eru allir sunnan álveri. Já. Í raun og veru. Já. Og Vestmannaeyjar. Já, Vestmannaeyjar, I know. Hefurðu töluna? Þá langar til að vera séð. Ég skil það vel. Hefurðu töluna? Er þetta 1,5 eða 2 milljarðar sem Vestmannaeyingar eiga að borga hérna í veiðigjald? Og nú skammaðir mig, það snjóar yfir þessar tölur. Ég held þetta sé eitthvað nálægt 2 milljarðar sem að þeir eru að borga. Ég held að sé svipað í Fjarðabyggð. En þetta, hvort sem það er 1 milljarðar, 2 milljarðar til viðbótar, þetta eru gríðarlegar upphæðir sem að fara ekki inn í þessi samfélög til atvinnuuppbyggingar, til fjárfestingar, til þess að ég heiti málara, mann sem er rekur málningafyrirtæki, selur skipamálingu. Núna, hans viðskipti eru öll að draga saman, okkur það er ekki alltaf að mála skipin, jú, nú málaði bara botnin. Þau mála ekki uppi, þau mála bara botnin svo skipið leki ekki, en allt þetta dregst saman vegna þess að peningarnir fari í annað verkefni til dæmis í Grindavík. Sem að þeir vísismenn eru að drífa áfram með íslenska sjávarklasanum, Kollland. Það ætlar að taka verðmætin úr sjávarfanginu frá einum þorski úr 1500 kall á þorsk í 5000. Til þess þurfa að fjárfesta í nýsköpuninni og rannsóknum og þróun. Þeir gera það ekki ef að peningarnir þurfa að fara í að borga veiðileyfagjaldi. Þetta er það sem að veruleikinn sem að þetta fólk er að lifa í og maður er búin að hugsa þetta svo mikið núna að því að maður er að setja sig í stellingarnar og finna út hvað eigum við að vera að tala um. Þetta er forgangsröðun, við eigum að forgangsraða heimilunum fyrst, atvinnulífinu og efla þá láta þeir friði, skapa verðmæti og svo eigum við bara að fara að tala um hitt síðar. Stutt öllusingar hérna að heimastjórnin Ragnheiður Elín, Jón Kristinn, Guðlaugur Þór farið ekki langt. Slysavarnarfélagið Landsbjörg eru öflug samtök sjálfboðaliða sem hafa starfað við slysavarnir og björgun mannslífa í yfir 80 ár. Sérþjálfaðir sjálfboðaliðar eru ávallt viðbúnir til leitar að fólki, jafnt í byggð og á fjöllum. Nú leitum við til þín, Slysavarnarfélagið Landsbjörg. Góðir áheyrendur, viðskiptavinir, vinir og vandamenn. Eftir 80 daga cirka verða 6 ár liðin frá því að við á INN hófum útsendingar og höfum notið vaxandi vinsælda og stuðnings síðan. Fyrir það erum við einstaklega þakklátt og segjum við ykkur öll gleðilegt nýtt ár. Á hverjum degi ræstir BG hundruðir sameigna í fjölbýlishúsum á höfuðborgarsvæðinu. Láttu fagmenn sjá þrifin hjá þér. Það er hagkvæmara en við grunar. BG. Við tryggjum þér hreinni framtíð. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Sæl aftur. Ragnheiður Elín Árnadóttir, gestaráðherra með mér og Jóni Kristni og Guðlaugi Þór. Við vorum að tala um það sem fólk er að tala um og það er alltaf að segja, heimilin eru forgangur, ekki búið að klára heimilin. Það verið að vega að rótum grunnstoða atvinnulífsins. Ég var með Adolf Guðmundsson hjá mér í klukkutíma í gær og við vorum að brjóta þetta merkjur og ég fór bókstaflega lið fyrir lið yfir, eins og þið sáuð yfir ræðu sem að Steinþór Pálsson, ríkisbankastjóri Landsbankans, flutti á aðalfundi samtaka fiskvinnslufyrirtæki í september. Það sem að öll rökin sem bankastjórin færði voru þau að ríkisstjórnin og Alþingi ætti ekki að gera það sem að það nákvæmlega gerir. Þess vegna segi ég, þegar þú
vegna þess að þitt kjördæmi það svolítið sérstakt fyrir utan að vera gríðarlega stórt þá víða mjög mikil velmegun það er flottir hlutar að gerast í Vestmannaeyjum, það er flottir hlutar að gerast í Grindavík, Reykjanes atvinnuleysi mest þar á landinu það er samt flottir hlutar að gerast það líka en það eru mestu erfiðleikarnir síðan það er mikill vöxtur á landbúnaðarsvæðinu þarna gríðarlega mikil matvælavinnsla Reykjagarður og allt sem að gerast þarna þannig að ég fullyrði það að fólk hefur það betra þar á margan hátt heldur en í Kraganum eða Reykjavík þar sem að menn prentuðu peningar sem ekki voru til og fóru sér að voða og byggingakarnarnir hafa verið meira og minna verklausir síðan samt hjá þér unga fólkið sem þarna eða meðaldra fólkið eða bara gamla fólkið sem segir við þig Ragnheiður, þið verðið að taka okkar mál það málið? Er þetta bara það sem að fólk að tala Við erum með, í þessu kjördæmi, þar eru sko allir undirstu atvinnuvegarnir. Við erum með orkunýtinguna, við erum með sjávarútveginn, við erum með landbúnaðinn, við erum með iðnaðinn, ferðaþjónustan. Við erum með þetta allt saman og það eru endalaus tækifæri, það eru endalaus uppspretta tækifæra. Það sem að ég fæ mest að heyra af hverju erum við ekki látin í friði? Af hverju megum við ekki bara fá að skapa okkar verðmæti í friði og nýta okkar tækifæri og bjarga okkur? Við verðum hérna öll fyrir áfalli. Af hverju máttum við ekki bara setja undir okkur hausinn og koma okkur út úr þessu? Það er búið að vera að setja steina í mylluna. Ég var á Kirkjubæjarklaustri í gær. Það er svo klassískt dæmi. Það er svo gott dæmi sem sýnir þetta. Sorpeyðingarstöðin þar, hún uppfyllir ekki einhverja reglugerð sem var sett fyrir ári síðan í kjölfarið á einhverju díoxínmengun á Ísafirði. Þetta er sveitafélag sem er núna undir handleiðslu nefndar fjármál sveitafélaga og að koma sér út úr miklum vanda. Vandinn er þannig að ef einn útsvarsgreiðandi flytur úr sveitafélaginu þá sést á bókum bæjarsjóðs. Allt í lagi. Núna rennur þetta starfsleyfi út í byrjun desember og þau sækjum að fá undanþágu eru búin að gera 2 ára plan. Svandís segir nei. Já, ætla að kaupa opn eftir 2 ár. Vilja fá undanþágu. Þetta er ekki stórhættuleg mengun, þetta er þetta er bara ridiculous. Þetta er bara fáránlegt. Ég er bara notað á það. Þetta er alveg ótrúlegt. Herðu, þau nota sorpeyðingarstöðuna til þess að hita sundlaugina, hita íþróttahúsið, hita skólamannvirki. Núna þurfa þau var reyndar andmæli rétt til 11 og ég biðla til umhverfisráðherra vegna þess að þetta er hægt. Hún segir nei, hún svo ömmu segir nei við öllu. Það er hægt að leysa þetta mál með því að veita þeim þessa undanþágu í 2 ár. Það er ekkert hræðilegt sem að mun gerast. Heyrðu, ef að það verður ekki gert, þá þurfa þau að urða sorpið einhvers staðar annars staðar. Það er búið að neita þeim að fá að urða það á Skógarsendi út af einhverjum með einhverjum röksendur sem að ég skil ekki, það var nú verið að veita Álfsnesi undanþágu í gær, þannig að það hlýtur nú jafnt yfir alla ganga. En þá þurfa þau að keyra sorpið, þau þurfa að hita skólan og allt þetta fyrir, það eru 12 milljónir á ári í viðbót og svo eru 6 milljónir í sorpið. Ekki til. Þau fara á hausinn. Það er bara ekki til. Það er bara þannig. Þetta er mannlegt. Þetta er mannanna verk. Við getum leyst þetta mál og leyft þeim að halda áfram. Hvaða leikrit fáránleika? Þetta er bara lýsandi dæmi við og ríkisstjórnarnar til almennings í landinu. Almenningur á landinu má ekki hjálpa sér sjálfur. Það eru heilu sveitarfélögin lögðu í einelti. Við finnum til dæmis Reykjanesbæ. Alveg frá byrjun þessa kjörtímabils hefur þessi ríkisstjórn einsett sér að koma þessum bæ sem verst. Það er bara þannig. Stóriðjumálunum, samgöngumálunum öllum og kvótamálunum í ferðamálunum. Reykjanesbær, það er mest atvinnulausir. Er þetta svona delirium búbón? Þetta er þannig. Þetta er leikur fáránleika. Algjörlega, það er það. Þessi ríkisstjórn er það. Og ég til dæmis bara skil ekki, akkur ekki bara til einhver sjálfstæðis hreyfing Vestmannaeyja. Þú veist, ég meina við getum hugsanlega lært mikið af Vestmannaeyingum eins miklu snillingar þeir eru. Hvernig væri að setja bara Elliða Vignisson sem forsætisráðherra og yfir efnahagsmálin og Geir Jón yfir innanríkisráðuneytið og bæjarstjórn Vestmannaeyja
við þingið. Ég hef ekki heyrt miklu betri Það væri talsvert önnur afköst þeirra ríkisstjórnar. En þetta er alveg rétt, það sem Ragnar Elín að segja, sko, Suðurlandið í rauninni, það allt þar. Það alltaf, já. Og mestu náttúruperlurnar, sko, Íslandi fallið og fiskimiður, allan pakkan. Og ef það eitthvað kjördæmi eða landsvæði, þú veist, í rauninni Suðurland bara Texas Íslendinga. Það er alltaf. Það orkan þarna og matvælaframleiðslan, alveg frá A-tilvu og ferðamannaðinaðurinn. Og svo fullt af hlutum eins og í Reykjanesbæ á alveg að fara að gerast. Við erum að horfa á flotta hluti, til dæmis tengslum við Stolt Seafood hérna út á Reykjanesi. Rekstur bæjarins, það voru að koma ársreikningar, hann er ekki lengur í þessum hópi vestsettu sveitafélaga skuldugustu vegna þess að það er búið að taka reksturinn, hann er í fullu lagi. Þannig að það er búið að fjárfesta í innviðum, nú vantar bara að setja þessi verkefni á stað og þau byggja yfir Helgu og búið að byggja það er náttúrulega Helguvíkudæmið, þetta er ekki ríkisstjórnardæmið, þetta er slagur orkuverð við þurfum bara að koma það er ekki það mál síðan Árni Sigfússon sagði að þetta væri bara búið það sem að hefur tafið fyrir þetta en það er ekki langt í það, ég trúi því. Það sem að hefur Ásíðan var stutt í það. Ásíðan var stutt í það? Já, Árni Sigfússon sagði bara að þetta er bara að klárar. Nákvæmlega. Það sem að hefur gerst síðan og er ánægilegt er það að nú var verið að losum einn hnútinn í sambandi við línurnar í Vogunum. Það er alls konar svoleiðismál sem hafa líka tafið. Skipulagsmál, eitthvað rammaáætlun. Þetta hangir ennþá á orkuverðinu. Þetta hangir á því, en hvað er að gerast líka á þessum sama tíma? Fyrirtækin sem eru að semja þarna er að lendi því að ríkisstjórnin er að svíkja loforð raforkuskatt sem átti að vera tímabundin, hann er framlengdur. Hvað þýðir það? Milljarður í viðbótarkostnað fyrir Helguvík. Það er ekki til þess að leysa þetta mál. Ríkisstjórnarlíðin er allstaðar, enda er náttúrulega Gylfi Arnbjörnsson genginn úr Samfylkingunni. Ég er alveg viss það. Ef að það hefði verið sko, við talum Skjaldborg, við slóum Skjaldborg Helguvík hérna fyrir 4 árum í kosningabaráttunni suður frá. Ef að það hefði verið gert og það hefði verið komið og staðið við alla fjárfestingasamningana og alla þessar samningar sem gerðir hafa verið og sagt, við ætlum að greiða fyrir þessu máli og standa við bakið á því, ekki með því að búa til vandamál hinga og þanga með því að setja sameiginlegt umhverfismat og allt þetta sem að búa er að gerast á þessum 4 árum. En eftir stendur að þeir eru að þarf sem orkuverð. Það er bara það er bara upp á líf og dauða. Hvað þarftu þegar þú ert að fjárfesta? Þú þarft vissu það að það sé stöðugt rekstrarumhverfi. Við höfum ekki haft það. Það er búið að vera pólitískt óþæginda álag. Þeir hitaveitusauðnarsmenn vilja fá meira verð Centurium er tilbúið að borga. Þeir vilja fá tryggingu fyrir því að þessi rekstur geti staðið undir sér og þá verða allir að leggjast á áratna það. En þeir eru ennþá ekki búin að ná samstöðu. Þetta er alveg saman hvað þú og aðrir liggið á þeim. Þeir eru bara, þetta er eins og naut við flægjum að þeir eru flæktir saman á hornunum. Já, en við skulum vera bjartsýn í upphafi. En svona má leysast alltaf Inga Hrafn, svona karpum. Þeir eru búin að vera svakalega lengi. Já, en það er líka umhverfið sem þetta fólk er í. Það er þetta óhagstaða nígeríska ríkisstjórnarumhverfið sem er hérna í landinu. Er það svar frá Helga Hjörvar? Nei, en ég efast ekkert það að hann hefur verið yfirleitt brugðust vel og skjótt við það sem þú beðum. Já, ég hef engar ágjörð því. Þetta gerist eftir helgi. Já, býttu nú þið eru í fríi en eru nefndafundur. Já, við allavega fundum í efnahagsvísinu. Við fundum á mánudaginn og verðum þá nokkurn veginn allan daginn og það kemur óvart ef þetta verður ekki eitt af ég viti það, mér finnst við ekki verið múl klar. Ég hef ennþá ágjör af því að þessar snjóhengjur í Seðlabankanum, ég var nú að lesa Pétur Blöndal á Facebook, hann var að leggja upp ókvæðanlegt N1 upp á 866 milljarða, hann bara reiknaði vextina, þú veist, og síðan það sem á að greiða út, ég meina, hann alltaf var í stafræðild og ég í máladeild í MR 65, þannig það er svolítið munur á hausnum á honum, en hann setti upp sko nasty mynd. Ég treysti kringum hans betur heldur en þið saman báðuð þeirra fund. Já, sko það er
sko, stóra máli bara þetta að við erum líka ekki neitt í stöð, sko, það er ekki peningar til þess að greiða þetta út. Þessi erlendu gjaldeyri, það það sem þeir eru eftir. Og það er þá spurningin hver á að taka þann skell. Og almenningur að taka það eða þessi kröfu hafa sem búið að hagna mikið. Almenningur getur ekki meir. Það alveg sama hvað menn gera, almenningur getur ekki meir. Það mín niðurstaða og þess vegna ekki hægt að gera þetta svona. Og þess vegna verða að kröfuhafarnir að taka eitthvað af sínum hagnaði. Þetta ekkert ég segi, og þetta ekki bara svo að sé sagt. Ef þið keyptu á 3 cent ekki flott að tvöfaldapeningar sína, fá bara 6 cent. Já, ég meina þegar við almenningur ánægður með það. Allir ánægður, það neikvæð ávöxtun í öllum bönkum. Þegar kakan ákveðin stærðingur þá þurfa allir að taka á sig skerðingur. Já, almenningur bara getur ekki meir, ég bara segi það. Búinn að gera nóg og meira en getur. Og ferðamanninn getur ekki. Nú komið að kröfuhöfunum og auðvitað ánáttúrulega Seðlabankinn og ríkisstjórnin segja við kröfuhafana, það bara ekki nóg til og bara localize. What are you gonna do? Það er sagt við mig. Það hefur engin samúð með þessum vogunarsjóðum. Engin. Engar ríkisstjórnir í Evrópu eða Bandaríkjunum. Að vogunarsjóðamennirnir, þessir velklæddu útlensku menn sem eru hérna, þeir viti það alveg að þeir fá þetta ekki. Þeir vita, en þeir eru að bíða eftir því einhver við að geta okkar. Já, þeir eru að bíða eftir því að einhver kalli það á fund og segi þeim hver sannleikurinn. Þú veist, þetta svona og menn fari að ræða það býta, ok, ef þið tæki bara 2-földun, jafnvel 3-földun á peningan eitthvað. Það sko þið fá þetta borgað, þið fari. Já, það sem eru einföldustu mynd þetta svona að þessir aðilar og þeir eru eftir erlendagjaldeyrinum og það ekki bara útstreymið, heldur líka það að ef þeir eignast bankana að þá hafa þeir líka fleiri leiðir til þess að ná erlendum eignum út og það með öðrum orðum fara fram hjá gjaldeyrishöftunum og við getum ekki þolað það sem þeir eru eftir eru eignir sem eru þá lánasöfn þá kannski fyrst og fremst það sem mest að verðmæti í, það eru orkufyrirtækin og sjávarútvegsfyrirtækin. Fasteignir einstaklinga. Ég er bara að finna það sem að Pétur Blöndal sagði. Og þetta er verkefnið að það að sjá til þess að þessi verstastaða kom ekki upp og það sem sko, menn skulle alveg vera meðvitaður það að þessir aðilar sem búin að fá þennan hagnaður og líka það stórir að það munar ekkert fyrir þá að eyða íslensku krónum í það sérfræðaðstoð sem þeir hafa nýtt og þeir gera það bara út og bara eðlilegt þeir eru að gæta sinna hagsmuna og það áhugavert að þeir aðilar sem hafa verið mest vakandi í þessu af íslensku aðili, ég nefndi Heiðamá, ég get líka nefndi Júpiter sem lítið fjármálafyrirtæki sem hefur verið að vekja athygli á þessari stöðu, Arion banka greiningadeildin líka, þar sem menn hafa verið að benda það að Seðlabankinn hafi ekki alveg réttar upplýsingar og Seðlabankinn hefur tekið tillit til þess og bara svo það sé sagt að mér fundið samræðan sem hefur verið á undanförnum vikum í efnaðs- og viðskiptanefnd á milli okkar og Seðlabankans hafi verið góð og ég vil trúa því að það sé allir á sama stað, ég vil trúa því að allir vilji leysa þetta og skilji alvöru málsins því að það væri svakalig staða ef við værum hérna föst í gjaldeyrisfangelsi, ef við værum bara föst í því að við værum að allir svo gjaldeyrir sem við framleiðum með útflutningi færi í það að greiða niður erlend lán og við gætum ekkert meira. Hérna það sem að Pétur Blöndal með. Samkvæmt fréttablaðinu í dag segir hann þarf íslenskt atvinnulíf að framleiða 834 milljarða vegna snjóhengjunar. Jöklabyrjum 402 milljarðar, krónueignir þrotabúa 211 milljarðar, virði banka 221 milljarðar. Bæta þarf skuldabréfi Landsbankans við 366 milljarðar sem í gjaldeyri sem kemur meðal annars frá sjávarútvegi. Sá gjaldeyrir, segir Pétur Blöndal, verður ekki tvínotaður og því þarf að framleiða 834 milljarðar pluss 366 milljarðar samsamt 1200 milljarðar. Heildar útflutningur vöru og þjónustu var 964 milljarðar 2011 til samanburðar. Svo þarf innflutning til að framleiða gjaldeyri meðan olíu og skip og báxít aldrei verk að vinna og krefst samstöðu yfir 10
Já, þetta er svo, sko, ég meina, það er þetta bæta. Þess vegna skulum við drepa sjávarútveginn, þess vegna skulum við endilega drepa millistéttina. Og meðalfyrirtæki, við skulum ekki virkja, við skulum ekki gera neitt til þess að borga þetta. Hvers konar skratta hagfræði er þetta? Það er þetta bæti í það að eins og Seðlabankinn benti á að það skuldabréf sem að samið var í tengslum við uppgjör og Landsbankann gerir það verkum að sko, Landsbankinn getur ekkert lifað. Þetta er bara allt og mikla ráðbóð. Nýi Landsbanki. Hann getur ekki lifað. Nema að skuldbreyta því láni. Svo maður svona aðeins bæti í svartsýnina. Ég skil ekki þetta skuldabréf sem var gefið út af nýja bankanum til þess gamla. Ég skil það ekki. Nei, þetta er bara sko... Það var gjaldþrotabanki. Já, en það er sko, þetta snýst bara það að sko ríkið... Er þetta kröfurnar sem að nýja banki fekk frá þessum gamla sem hann er einnig hann er faktisk bara að borga fyrir ákveðna eignir sem hann fær úr gamla þrotabúinu og síðan eru þarna og síðan er ákveðin svona hluti samningsins sem með þeim hætti að eftir hvernig innheimtu lánan eru að þá sko það kemur inn í verðið á skuldabréfinu og uppgjörun og svo framvegis. Þarna voru kannski fyrstu mistökin gerð varðandi skuldir heimilanna líka þegar þetta mat vegna þess að þar voru seldar inn í nýja bankana á Já, við vorum alltaf að spyrja því á hvaða verði getum við ekki tekið niður skuldirnar vegna þess að við vissum ekki á hvaða verði þar fóru yfir við höfum aldrei fengið svo sem svörum við því það er einu raunni leiðréttingarna sem að veri virkilega leiðréttingar á lánum heimilin hafa komið vegna þess að við vorum svo heppin að lánin voru ólögleg það er að segja ákveðin hluti lánana en þeir sérfræðingar sem komu hér og ég ætla ekki að nefna nafni á hérna Göran Persson? Nei Nei, alls ekki Nei, þú núna Göran einu sinni á 9 ári, svo er það bara búið get it over with Nei, ég er að tala þá aðila sem komu hér sem var fjöldin aðila og þegar Geir Haarde var forsætisráðherra sem fóru yfir reynslu annarra þjóða, það er svo helst Norðurlanda þjóðana og þeir voru ráðlegir og nei, ég er ekki að tala Göran, hann kom ekki, hann var að vinna hérna Finninn og ég gæti aldrei munna hvað heiti hvað heitir hún sem leikur í bóken og þeir lögðu mjög mikla áherslu á það og þeir sögðu það sem verður að gera er náttúrulega að setja sko hjóla atvinnulífs og fleygiferð þeir fyrir að leggja alla áherslu á það og taka sko fara strax í þessi erfiðleiti varðandi ríkisrekstur og svo framvegis síðan verða að vera hér mjög mikla skulda niðurfærslur bæði á heimili og fyrirtæki og það er reynsla okkar að ríkið verður að stýra því annars gerist það ekki og með þeim sko og það má segja að það við höfum lent svolítið í þeim vanda þetta hefur verið og þeir sömulega sögðu þetta hefur verið að vera allt saman mjög gagnsætt og maður verið meðvitaður hvað er á ferðinni til þess að það sé svo traust í þjóðfélaginu og við fórum ekki eftir neinu af þessu ég meðal annars kom með þingmál strax í byrjun þessa kjörtímabils þar sem ég þarna eitt þáttur því var að við myndum finna leiðir á því hvernig við gætum opinberað hvernig afskriftir væru og hugsun mínu var einfaldlega svo til þess að minnka tortryggnina núna taka menn bara einstaka fyrirtæki það er bara DF sem tekur þeir sem þeir vilja eða einhver önnur fréttast á aðalega þeir og oft þeir ætla að ná sér niður á einhverjum og ef maður sér það ekki neinu samhengi við neitt annað og ég meina oft á tíðum ég trúi ekki öðrun að þetta sé bara eðlilegir hlutir eins og eigi að gera það en meðan þú ert ekki með neitt samanburð það er bara einn tekin út og setja ykkur stór uppæð við hann að þá lendir í vandræðum og sama með er það að við erum einu raunverulegu niður fæslurnar á lánum heimilina eru tilkomið vegna þess að Hæstiréttur sem betur fyrr dæmdi hluta erlendur lánu ólöglega. Og það er þess vegna sem við komumst ekki hjá þessu verkefni og nú erum við komin aftur í það sem vorum að ræða hérna í upphafi að það verður ekki og manni getur fundist að sko verið sammálaðið eða ekki sammálaðið en það er ennþá þessi sko 4 árum síðar ennþá þessi frústrasjón, ennþá þessi reiði þegar einhver sem að horfir á íbúðaláni sitt bara vaksa, verðmæti eignanna minnka horfir svo á annan sem tók annars konar lán og lenti í sama forsendubrestinu, við lentum í honum öll að viðkomandi einstaklingur er miklu betur settur vegna þess að hann var svo heppinn að lánið hans var dæmt ólöglegt. Þetta er bara verkefni og vandamál sem við verðum að leysa og við komumst ekkert út úr. En það verið, ég hef engan, ekki ykkur, ekki Framsókn, engan, ekki Jóhannu, ekki Steingrím, ég hef engan heyrt koma með einu sinni drög að lausn. Hvernig hann á að gera þetta? Framsóknarflokkurinn var náttúrulega í síðustu kosningabaráttu með 30% flatan sko 20%. Það var dæmt fyrir drugg
þú veist en var það svo mikið rugl á þessum tíma? Ég held reyndar að við séum komin of langt núna inn í þetta, það of margt búið að gerast að það er ekki hægt að beita þeirra aðferðafræði, en það er bara, við höfum ekkert val. Það er bara þannig. Við þurfum að klára þetta mál. Ef við gerum það ekki, og þetta er sjálfhverfa kynslóðin hans Sighvats, ætlum við að missa allt þetta fólk úr landi? Nei, ég vil það ekki. Við erum búin að missa að gráða, 6.000. Við erum búin að missa ótrúlega marga úr landi og ég vil fá þá heim aftur. Og við gerum það ekki nema að leysa þetta. Já, vandir þess að við 20% leginn á sínum tíma var það að hún hefði lítið nýst ef ekki hefði komið til ólöglegu lán. Vegna þess að það var svo miklu hærra að fólk var alveg fullkomlega gjaldþrota mikið af því. Það er ekki alveg rétt að menn ekki komið lausni. Það verður að fara inn í vísitöluna ef það ætlar að koma í vekk fyrir áfram stökkbreyttu lánin. Hvað heldur þú, Guðlaugur Þór Þórðarson, að þú og hver sem að tekur við keflinu eftir 100 daga fái Gylfi Arnbjörnsson og Vilhjálm Birgisson og Arnsteinn Baldursson og aðrar sem þessu til þess að samþykkja að það veri tekin víst þar á samandi. Nei, ég held að það er engin vafi á því að þú getur, að mínu áliti, að þú getur fengið þess aðeinslega til að skoða varðandi breytingu á vísitölunni sem til að koma í vekk fyrir það við sjáum áfram stökkbreytingu lána. Ef við erum að fara úr gjaldeyrisjöftunum, það er mikil hætta til dæmis á því að við sjáum hér verðbólguskot og íslensk heimili þola ekki verðbólguskot. Sama hátt að þá við nú verið að skoða í þingflokki Sjálfstæðismanna með það að skatta afslátt fyrir þá sem urðu fyrir Vestahögginu og ég vísu verið að þeirra skoðunar í 15 ár meira að við eigum að snúa frá þessari húsnæðisleið sem við erum með núna sem gengur út á hvetja fólk til að skulda og hjálpa þið til að eignast og við gerum það meðalans gegnum skattkerfið. En spurningin er líka bara þessi, alveg eins og þegar fyrirtæki fari gegnum fjárhagslega endurskipulagningu. Þá er sett upp eitthvað plan, þetta verða tekjurnar, svona verður reksturinn. Við erum í góðum málum ef við getum samið þessar skuldir fengið eitthvað við fellt niður. Þetta er það sem að á eftir að gera við hluta heimilana. Það er 3.000 manns hjá umboðsmann skulda. Já, en þá er spurningin þessi, ef við horfum á íbúðalánasjóð sem er ekki í bestu málunum, við höfum getað tekið heilan þátt í það. En kröfurnar, milljarðatugi. Já, en þarf ekki samt líka að horfast í augu við kröfurnar sem þeir eiga, hvað mun innheimtast af þessu? Þurfum við ekki að fara bara í gegnum það nákvæmlega eins og varðandi fyrirtækið og heimilin í landinu. Þurfum við að horfast þættinu laukur í 2 mínútum þannig að allt sem við segjum núna kemur. Takk fyrir að vera hérna og ég segi það, ég hef rosalega áhyggjur og ég held við höfum það öll að fólk skil það sem að Pétur Blöndal var að setja hérna, ég var að lesa 1200 milljarðar, við skiljum ekki þessa tölur, við skiljum ekki og það verður að draga tennurnar úr sjávarútveginum, ég meina frá með 1. september í haust þá á að rukka 25 milljarðar. Við erum að rífast 30 milljónir skattar. Já, og ég hef það áhyggjur af því vegna þess að ég búin að segja það og ég ítreka það að ég tel að yfirstjórn Seðlabankans hún sé algjörlega vanhæf og í stjórnartíð Más Guðmundsson það hefur bara sýnt það að hann veldur ekki þessu verkefni og ekki þríeiki sem stjórnar þessu og ég hef og við fólk hefur óbóðslegar áhyggjur af því að það sem er að gerast í tengslum við þessar nauðasamninga og þessar snjóhengju og annað, menn bara veit ekki hvað þeir eru að gera og þeir veit ekki hvernig þeir eru að taka þessu. Það er það sem að veldur áhyggjum, meira áhyggjum flestana, það vantar skelega og örugga forystu þar sem að menn tala hlutina eins og þeir eru og framkvæma og leiða okkur. Ég veit ekki hvort það er þetta opna Atlantshafið eins og var gert hér fyrir 2000 árum það voru opnuð höf í Miðausturlöndum en það verður eitthvað að gera til þess að leiða okkur út úr þessu. Ég ætla að vona ég sé ekki búin að eðileggja fyrir ykkur 13. helgina, bara mánudaginn þá er allt köku át, hangikjöt, hamborgarryggur, rjúpur og tertur, það er búið, það verður bara fiskur, bara sjúga fiskina beina. Sókn á líf.